komin í leikskólann í Lóni. Á þessum leikskóla fullt af vinum okkar úr barnaþorpi Spes. Við ætlum að heimsækja þau og sjá hvernig skólinn þeirra og hvað þau gera í skólanum sínum. Já, og kannski bara syngja svolítið og dansa líka. Já, kenna þeim svolítið íslenskum söngum. Já. Yngstu börnin í barnaþorpinu sækja leikskóla og eldri börnin sækja grunnskóla. Því það stefna Spes-samtakana að börnin taki þátt í venjulegu lífi og séu innan annað fólk. Samtökin vilja líka tryggja börnunum góða menntun og að þau fá að þroskast og dafna með góðri hjálp. Hérna eru listaverk eftir vin okkar í Afríku og þau sem gerðu þessar myndir, þau eru 3 og 4 ára. Í leikskólanum, en hér ísskápur, en hvar eldavélin? Hér vaskur og alls konar ílát, en engin eldavél. Skrítið. Við skulum koma að leita að eldavélin. Og hérna svo eldavélin. Sjáu þið bara. Og hér fyrir potturinn á og allt byrjar að krauma. Þetta var skrítið. Ekki eins og okkar eldavél. Engir takkar, en virkar mjög vel. Börnin á leikskólanum fá alltaf heita máltíð í hádeginu. Þennan dag var kúskús með þurrkuðum fiskhausum á boðstólnum og börnin tóku vel til matar síns. Það sem eru haldnar allskyns veislur og partí og svoleiðis og hér eru þau alltaf líka eitthvað svona að dansa. Ég hef nú aðeins verið að æfa mig hérna og maður dansar einhvern veginn svona. Komiði! Já, komiði! Koma! Indjáni einn fór í veiðiferð með örvar og boga af bestu gerð. Hann læddist skóginn á léttum skóm. Í gegnum trén sá hann risaljón. Ljóninu brá og það öskraði hátt og opnaði gin sitt upp á gátt. En öskrið breyttist í eymdalegt dýr bara að garði stóran fíl. Byggðu hlýjan bæinn sinn, frosinn þangað sólin inn. Fellin endur óma allt takk. Je m'appelle Tida. J'habite dans la maison de Spes. Venez visiter mes amis. Þetta hún Tilda sem 10 ára. Hún ætlar að segja okkur örlítið frá sjálfri sér og lífinu í barnaþorpinu.
Það eru háir og miklir veggir sem umlykja þorpið, enda eru börnin mörg og dýrmæt sem þær búa. Lorsque je serai grand, je voudrais Tilda segir að hana dreymum að verða barnalæknir þegar hún verði stór. Voici notre bâtiment. Þarna eru svo svefnálmurnar og hinum megin rís nýtt eldhús og borðsalur. Tilda býr í peruhúsinu með hinum eldri stelpunum. Í gluggunum er ekkert gler, aðeins spjöld sem hægt að opna og loka til að hleypa inn lofti í hitanum. Veggirnir eru líka með litlum götum, svo lofti vel allt húsið. Og hurðarnar eru með neti, svo flugurnar komist ekki inn. 5 börn eru saman í herbergi og á hver sitt rúm og sinn litla skáp. Og að sjálfsögðu þurfa börnin í Tógó líka að bursta tennurnar sínar. En svo á líka hvert barn sitt pósthólf, því fátt finnst þeim skemmtilegra en að fá senda kveðju frá styrtarforeldrum sínum. Á stóru heimili þurfa líka allir að hjálpast að. Það tekur drjúgan tíma og mörg handtök að þvo af 73 börnum. Og svo er hver flík straujuð til að ná flugum og bakteríum úr. Það þarf þolinmæði þegar að straujárnin ganga fyrir kolum. Vinnumennirnir eru iðnir því þegar að 9 svefnálmurnar verða teknar í notkun komast 49 börn að. Ferðalangarnir höfðu 2 heila daga til að vinna með börnunum. Þau voru að kynnast svo mörgu í fyrsta sinn. Til dæmis sáu þau bíó í fyrsta sinn. Margir gátu spila fótbolta í einu því nú hafði boltunum fjölgað allverulega. Og mun fleiri gátu fengið knús og kossa eftir pöntun. Það er nauðsynlegt að vökva sig í hitanum, svo engin ofhitni. Börnunum var skipt í hópa og svo ferðuðust þau á milli leikstöðva. Þarna eru 3 vinir okkar að vaska upp, því hérna þurfa allir að hjálpast að. Og þegar þau eru búin að vaska upp, þá fara þau að leika. Þannig eru reglurnar. Við komum með körfuboltaspjald alla leið frá Íslandi
Og núna eru krakkarnir að prófa að fara í körfubolta í fyrsta skipti. Ótrúlega góð! Þarna er hún Lena. Hún er að taka myndir af öllum börnunum. Svo getum við kannski gefið þeim myndirnar eða kannski bara búið til bók með myndum af þeim og senda þeim í jólagjöf. Góð hugmynd! Af mörgu skemmtilegu var gaman að láta taka af sér myndir og fá að skoða þær á eftir. Líka með þessum hérna. Að mála hérna kringum augun á kísunni hérna. Svo hérna, svo loppan á kísu hérna. Hafa hana líka græna hérna. Svona. Svona. Og svo regnhlífana, við eigum að hafa hana rauða. Þá er komin að hitta leiklistarhópinn. En það er eitthvað voða mikið leyndarmál hér í gangi. Ég held að það eigi að sýna okkur leikrit í dag. Það er sko mikið verið að föndra og klippa og búa til grímur og allskyns skemmtilegt. Við erum komin út á rólavöll, þar sem eru rólur og kastali og rennibraut og að sjálfsögðu skóflur og fötur. Og hér er Sindri að hjálpa þeim að búa til kastala. Sko aðeins líta á þetta! Skemmtilegt, því að krakkarnir eru að fara í fyrsta skipti á hlaupahjól og þá fá þeir sko kíkt í magann. Þeir hafa verið skemmtilægjandi. Sjáu þið hvað þeir eru spenntir, öll að bíða alveg, þeir eru næstur. Nú erum við komin í læknisskoðun til hans Eyjóls, en hann ætlar að skoða börnin og hlusta þau og kíkja í eyrun og svoleiðis. Og ég held að börnunum finnist þetta bara svolítið spennandi að fara til læknisins. Þetta var nú aldeilis fínt, alveg hreint og fínt. Gott. Og svo hinum megin. Svona.
svo góð þessi börn. Nú erum við komin í heimsókn til hennar Elínar og hún er að mála börnin. Þau eru bara að verða að kisum og ljónum og prinsessum og ég veit ekki hverju. Hæ Elín. Hæ. Ó, hvað er það? Ok. En svo stóð aldeilis mikið til. Leiklistarhópurinn var tilbúinn að frumsýna afrakstur sinnar vinnu. Þau höfðu samið leikrit farfugla frá Afríku sem lögðu af stað í ferð til Íslands til að færa vinum sínum skilaboð. Skilaboðin voru fiðrildi sem þau gáfu sem tákn ævarandi vináttu, kærleik og þakklæti. Fyrir að koma að því að kveðja, það verður mjög erfitt. Við höfum eignast svo marga góða vini og þau eru bara alveg frábær. En við eigum nokkrar gjafir til þess að skilja eftir hjá þeim. Til dæmis íslenska fánan, svo þau muni hvaðan við komum. Nous sommes très contents de votre visite à CIPES. Börnunum var mikið í mun að þakka fyrir sig. Þau þökkuðu fyrir allar gjafirnar, fyrir heimsóknina og óskuðu þess sérstaklega að við kæmum fljótt aftur að heimsækja þau. Merci pour tous vos cadeaux. Venez nous voir l'année prochaine, s'il vous plaît. Bless, 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 bless. Jæja, gott fólk.
Þetta er nýji staðurinn fyrir spes. Þetta er barnaþorp nr. 2 og svæðið sem við höfum hér er helmingi stærra heldur en við höfum í Lómi. Þetta er 1 hektari. Og við erum hér byrjuð að byggja fyrsta svefnhýsið sem Glitnir hefur verið svo örlátur að gefa okkur. Og fyrir aftan okkur sjáum við svo grunninn að eldhúsi og matsal. Síðan munum við byggja svefnhúsi nr. 2 hérna við til hliðar og síðan kemur hér hús sem verður fyrir starfsfólkið, skrifstofur og annað þess að.